Forstjóri Landspítalans segir milljarða gat í rekstri spítalans blasa við samkvæmt ríkisfjármálaáætlun. Bæði sé of litlu fé varið til rekstursins og það komi of seint. Forstjóri Landspítalans segir að í ríkisfjármálaáætlun sé gert ráð fyrir of litlu fé til reksturs spítalans og að það komi of seint. Við blasi milljarða gat í rekstri Landspítalans og að óbreyttu verði 2018 mjög erfitt ár hjá spítalanum. Í 5 ára ríkisfjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gert ráð fyrir að framlög til sjúkrahúsþjónustu aukist ríflega 16 milljarða króna á tímabilinu eða sem nemur 20% raunvexti. Forstjóri Landspítalans segir að það hafi tekið fjármálasérfræðinga spítalans langan tíma að átta sig á ríkisfjármálaáætluninni sem sé óþarflega flókin og hún hafi valdið vonbrigðum. Og það sem okkur virðist að það sé of lítið fé að koma til Landspítalans í rekstur og of seint. Páll segir Landspítalan eiga í viðræðum við heilbrigðisráðherra að spítalinn fái raunhæfa og viðunandi fjármuni til rekstursins og þá í ríkisfjármálaáætlunin enn eftir að hljóta þinglega meðferð. Hann segir að þó uppsöfnuð hækkun til sjúkrahúsþjónustu á landinu öllu nemi 45 milljörðum króna næstu 5 árin, sem sé rífleg, fari 36 milljarðar af upphæðinni til uppbyggingar nýs Landspítala við Hringbraut, sem sé vissulega fagnaðarefni en þá standi lítið eftir. Þá eftir 9 milljarðar. 2 milljarðar af því fara til Sjúkratrygginga Íslands til að standa straum af kostnaði við læknisþjónustu erlendis. Við teljum reyndar að það sé mjög hentugra að sú þjónusta sé veitt almennt hér á landi. Þá eftir 7 milljarðar til okkar og allra annara. Þetta ekki mikið en það sem verra að þetta dreifist mjög undarlega. Þannig eingöngu 10% af þessum fjármunum að koma inn árin 2018 og 19 og 90% á seinni 3 árunum og mest í kringum kosningar. Páll segir að árið 2018 verði mjög þungt rekstrarár hjá Landspítalanum að óbreyttu. Það má benda það svo sem að það kemur inn rúmlega 300 milljónir en á móti kemur að það verið að taka á okkur fé sem við höfum fengið til ákveðna verkefna sem einskiptisfé og deila því út til okkar aftur í ný verkefni. En gömlu verkefni sem við fengum fé fyrir ekkert að fara og í rauninni blasir við milljarða gat í okkar rekstri. Páll segir að ekki verði gengið mikið lengra í hagræðingu hjá Landspítalanum. Sú hagræðing sem eigi sér þó stað ár frá ári fari að mestu í að mæta aukinni eftirspurn eftir þjónustu spítalans sem sé ekki bætt upp í fjárlögum. Þannig að það þá ekki margt til ráða annað en það að skoða það að draga á þjónustu. En ég treysti því nú og gerir ráð fyrir því að stjórnvöld vilji allt gera til þess að verja þennan hornstein íslensk heilbrigðiskerfis. Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára þýðir að Landspítalinn þarf að skera niður rúmlega 5 milljarða króna. Þetta segir framkvæmdastjóri fjármálasviðs Landspítalans. Samkvæmt 5 ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar vantar yfir 5 milljarða króna til að Landspítalinn geti sinnt þeim verkefnum sem honum ætlað. Þetta segir framkvæmdastjóri fjármálasviðs spítalans. Ársfundur Landspítalans var haldinn í dag. Yfirskriftin var Framtíð spítalans og var þar farið vítt og breytt yfir hina ýmsu þætti starfseminnar. Eins og við var að búast var fjárhagsliðin áberandi. 85 milljóna króna halli var á rekstrinum á síðasta ári. María Heimisdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs spítalans, fór yfir ársskýrslu hans sem og fjármálaáætlun stjórnvalda til ársins 2022. Það gert ráð fyrir að bæta tæplega 45 milljörðum inn í alla sjúkrahúsþjónustu landsmanna á þessum 5 árum og þaraf 35 eða 36 milljarðar sem fara í stoppkostnað við uppbyggingunum við Hringbraut og þá nú 9 milljarðar eftir. Okkur sýnist svona að algjöru hámarki gæti 7 milljarðar tilheyrt Landspítalanum en á móti því koma aukin verkefni sem að nema nálega 12 milljörðum þannig að út frá því þá sjáum við nú ekki annað heldur en að sjúkrahúsþjónustunni sé ætlað að skera niður í raun 5 milljarða. Það aukning til heilbrigðismála, auðvitað með sérstakri áherslu á uppbyggingu á nýjum Landspítala en það sagt, það eru verkefni sem að erfitt að fjármagna, sérstaklega framan af áætlunartímabilinu. Sum verkefni sem að við höfum verið að fjármagna núna í ár til dæmis sem eru tímabundin, þau munu skila sér betur inn í reksturinn í framhaldinu. En nei, vissulega eru sjónarmið að við gætum gert þetta hraðar en við erum að byggja upp eins vel og við getum en með áherslu á nýjan Landspítala. María segir að 90% af fjármagninu sem gert sér ráð fyrir til Landspítalans komi á síðustu 3 árum fjármálaáætlunarinnar. Það þýðir auðvitað það að þeir sem eru bráðveikir og þurfa á sjúkrahúsþjónustu á næsta ári, þeir njóta ekki þess fjár vegna þess að það ekki komið. Svo einfalt það? Það ekki flókið.
Þingmenn stjórnarandstöðu hófu þingfundinn á því að kalla eftir nærveru Óttars Proppé heilbrigðisráðherra til að ræða stöðu mála leyfi til klíníkurinnar, en það virðist afar óljóst hvernig túlka beri orð ráðherra í mars einkareksturinn þar. Og það ræddi þingflokksformaður Vinstri grænna við fjármálaráðherra í dag og kallaði eftir svari. Telur hann eðlilegt að efnameira fólk geti haft aðgang að betri heilbrigðisþjónustu? Telur hann eðlilegt að ríkið verji fé til kaupa á slíkri þjónustu af gróðafyrirtækjum þegar að heilbrigðisstofnanir í sameiginlegri eigu samfélagsins eru sannarlega undirfjármagnaðar? Fjármálaráðherra sagðist telja að fleiri valkostir komi mörgum til góða en svaraði spurningunni ekki beint. Ég held að það sé sjúklingum til góðs að hér séu fleiri aðilar sem geta læknað á. Ég held að við stytt biðlista í kerfinu, að hér eru núna nokkrar stöðvar sem geta til dæmis gert bæklunaraðgerðir og aðrar slíkar aðgerðir, og ég held að það sé sjúklingum til góðs, og ég held að við verðum alltaf að horfa á þetta þannig að við höfum að setja sjúklinginn í öndvegi. Málstekur hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, það eru í raun sögulegar blekkingar að halda því fram að verið sé að efla heilbrigðismál í nýrri ríkisfjármálaáætlun sem nú liggur fyrir þinginu. Raunar eru þessar blekkingar bæði ósvífnar og óásættanlegar. Í fyrsta lagi ekki gerður greinarmunur á útgjöldum sem fara í rekstur og fjárfestingar. Í áætluninu eru öllu blandað saman og niðurskurður í rekstri falinn í fjárfestingum. Talað um 45 milljarða aukningu í heilbrigðisþjónustu þótt yfir 90% fari í húsbyggingar og innan við 10% upphæðarinnar í rekstur. Framsetning af þessu tagi beinlínis sett fram í blekkingarskyni. Raunar þetta líka gert í áætluninni þar sem fráleit frammistaða í menntamálum falin í húsi íslenskra fræða sem þörf framkvæmd og löngu tímabær en sannarlega ekki rekstur. Hins vegar það talnaleikurinn allur þar sem 45 milljarðar verða 5,2 í mínus þegar betur að gáð. Á næstu 5 árum á samkvæmt ríkisfjármálaáætlun að verja 45 milljörðum til sérhæfðrar sjúkrahúsþjónustu á Íslandi og af því guðma ráðherrar og segja aukninguna aldrei hafi verið meiri. María Heimisdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Landspítalans, rakti þessa tölu upp í smáatriðum á ársfundi Landspítalans í gær og í sjónvarpsfréttum RÚV. Staðan þessi: 35,6 milljarðar fara í fjárfestingar vegna byggingar nýs Landspítala. Þegar afgangurinn svo skoðaður kemur á daginn að miðað við sérverkefni þegar ákveðin, mannfjölgun og aðra þætti, en niðurstaðan í raun niðurskurður upp á 5,2 milljarða í þjónustuna sjálfa. Hvar á að taka það? Úr rekstri spítalanna, Landspítalans, úr öðrum heilbrigðisverkefnum eða hvað? Þannig ekki að ræða aukningu heldur niðurskurð. Talnaleikur sem í raun miðar að því að pakka alvarlegum niðurskurði inn í hús. Loks eru það átökin einkavæðinguna samkvæmt skilningi heilbrigðisráðherrans sem ætlaði að setja heilbrigðismál í forgang nú búið að galopna á hvers kyns einkarekstur á sjúkrahúsum með óheftan aðgang að ríkissjóði. Þrátt fyrir alvarlegar athugasemdir landlæknis og þrátt fyrir orð ráðherrans sjálfs hér á Alþingi 23. mars eftir að hann var þráspurður, þá að verða hér straumhvörf í heilbrigðismálum á Íslandi. Niðurstaðan þessi: niðurskurður, einkavæðing og blekkingar. Ég spyr, virðulegur forseti, var kosið þetta?